Já, góða kvöldið. Góða kvöldið. Gaman að sjá okkur, en við sjáum ekki. Við treystum að sé ykkur hana. Jæja. Nú kemur í ljós hvort þetta sé bara eins og að hjóla, sko. Við erum ekki búin að gera þetta hvað í 6 ár. Þannig að við ætlum að reyna að vera kannski pínu skemmtilegir og kannski að fá ljós ofan á. Við viljum náttúrulega spilum eftir nótum. Já, þetta er betra, já. Það er ekkert spila nótulaust hérna. Sko. Nei. Heyrðu, já, sjáu þið, strákar, allt klárt. Nei! Heyrðu. Heyrðu, við breiðbandið, það var frábært þegar Tommi hafði samband við okkur hvað í september, hvort við vildum vera með tónleika á þessari Trúnó tónleikaröð og við bara, já, endilega, bara snild. Og svo sagði hann, það er fínt að setja þetta bara í sölu svona fljótlega og svo fyrir við að auglýsa þetta eftir áramót, svo þetta drukkni ekki öllu jóladæminu. Heyrðu, og það seldist upp hvað 2 vikum, sem bara algjör snild. Þannig að það eru auðsjálega það eru einhverjir sem muna eftir okkur sem er sérstaklega ánægilegt eða bara fjölmargir sem hafa ekkert að gera á kvöldin. En eigum við eitthvað að fara í byrja, hvað ætlum við að gera? Já, bara velkomin hérna á bókasafnið. Já. Vinsamlegast ekki vera með neinn háaða. En já, við byrjum fyrir 23 árum og það var bara tilviljun. Og við hittumst, ef að segja frá fyllirínu eða? Ég man ekkert eftir því, sko. Sko, ég og Maggi vorum að skemmta á einhverju herrakvöldi hjá Körfunni og Guðs lukka vildi til þannig að Ómar var í salnum og nú fannst það geðveikt. Og nú fannst þetta geðveikt og hann var á raskatinu. Og við díluðum þetta eftir á í fatahenginu, þar sem Ómar hékk þannig, þetta var svo sniðugt, við verðum að gera eitthvað, að hittast og eitthvað. Og það varð úr og við gerðum það og ætluðum bara að hittast og gera söngbók. En svo vorum við beðnir að koma fram í brúðkaupi. Vinkona mín, hún ætlaði að vera með ræðu og við sem eigum ekki bara að segja allt í einhverjum söngtekstum. Og það var til að fyrsta giggi okkar var hér 24. maí í Stapanum. 24. maí 2003. Já. Og ég veit ekki, hér eru komin þessi síðasta giggið en það kemur í ljós. Ég veit ekki, það eru komin 2 ár? Já. Ekki? Eitthvað cirka. Já, svona cirka. Hver er að telja? En við ætlum að taka fyrsta lagið. Já. Og málið í þessu brúðkaupi var okkur tekið rosalega vel, óbóðslega gaman og við fórum bara heim, þetta var snild. Heyrðu, við ættum bara að fara að semja eitthvað. Og þetta lag var það fyrsta sem við sömdum. Já, á fyrstu æfingunni. Og það má geta þess að þessi brúðhjón er ennþá gift. Já. En í öllum þeim brúðkaupum sem við höfum skemmt í, að þá eru brúðhjónin ennþá gift. En ég hef einu sinni verið veislustjóri í brúðkaupi og þau eru skilin. Já. Þannig að ég ætla ekki að taka það að mér aftur. Nei, það er ekki að virka. Herru, byrjum á þessu lagi. Já. Aðeins svona. Ég las eitt sinn í blaði að bjórinn væri algjört eitur. Ég las að getan hyrfi og maður yrði of feitur. Ég las eitt sinn í blaði að bjór gerði ljót fólk fagur. Ég las að sjónin breyttist og feitt fólk virtist magur. Ég las og ég las, ég las og ég las, ég las og ég las að bjórinn væri mesta börn. Ég las eitt sinn í blaði að bjór væru menn að tauta. Ég las að ljúfir drengir þegar bjór breyttust jafnvel í fauta. Ég las eitt sinn í blaði það mikinn bjór við torgum. Ég las
að gleðin þá endar með miklum hausverk á morgun. Ég las og ég las, ég las og ég las, ég las og ég las að bjóri væri mesta börn. Svo nú er ég hættur að lesa. Herðu, ég ætla að segja ykkur til gammans út af því að við vorum alltaf að rifja upp. Það var svo langt sér við höfum gert þetta, þannig að við vorum að rifja upp ykkur á sögur og við náttúrulega erum þetta gamlir og munum ekki mikið og svo var þetta náttúrulega þannig lifnaðar á hljómsveitarárunum að við erum skemmtir á dópi og rugli. Og það var alltaf það var mikið svona rugli í þessari hljómsveit. Við vorum til þess með rótara, svona sprautufíkill. Að vísu með sykursýki, en það kannski önnur saga. En við mundum ekkert allt sem við gerðum. Svo að ég spurði gervigreindina, bað hann að segja mér eitthvað breiðbandið. Segðu mér frá breiðbandinu. Heyrðu, og gervigreindin, hún sagði, breiðbandið var íslensk hljómsveit sem átti stóra þátt í íslenskri tónlistarsenu á 9. og 10. áratugnum. Hún var frá Keflavík og var stofnuð á 7. áratug síðustu aldar, 1965. En þó sveitin þekktust fyrir tónlist sína á 7. áratugnum og þá sérstaklega fyrir áhrifin sem hún hafði á íslenskt rock og pop. Meðlimir og tónlist. Breiðbandið var nokkrum sinnum í mismunandi útgáfum, en margir þeirra sem voru í hljómsveitinni á þessum árum eru orðnir þekktir tónlistamenn. Meðlimir hljómsveitarinnar voru til dæmis Ómar Ragnarsson sem einnig þekktur fjölmiðlamaður og Guðbjörn Jónsson. Sveitin spilaði pop og rock og tónlistin þeirra á þessum árum var mjög undir áhrifum frá britneskri rockmenningu og öðrum alþjóðlegum tónlistarströmmum. Þekkt lög. Breiðbandið var þekkt fyrir lög eins og 10 smáir eldar og hingað og ekki lengra. Sem urðu vinsæl meðal ung fólks á þeim tíma. Hljómsveitin hafði mikla fylgismenn sérstaklega í Keflavík og Suðurnesjum, sem eru hérna. Mikil áhrif og endurkomur. Og meðan breiðbandið var ekki lengur virt eftir 1980, hafði það mjög mikil áhrif á íslenskt pop og rock. Mörg lög hljómsveitarinnar eru enn hluti á tónlistarsögunni í dag. Sumir meðlimir hljómsveitarinnar fóru síðan í önnur tónlistar áform og verkefni sveitinni urðu vinsæl. Þó vert að nefna að breiðbandið hafði aldrei það mikla alþjóðlega útbreiðslu eins og sumir af öðrum íslenskum hljómsveitum frá þessari tíð eins og Messoforti og Sugar Cubes. Það var mjög mikilvægt fyrir íslenskt rock og hafði stór áhrif á tónlistamenningu og Keflavíkurbyggðinni og víðar á Íslandi. Þannig að breiðbandið oft talið verið eitt af upphafsliðunum í þróun íslensks rock og hefur haft óneitanlegt áhrif á íslenska tónlistar heim í gegnum árin. Svo að fólk hafa áhyggjur af gervigreindinni. Allt kórrétt maður. Já. Þetta ekki eins og ég man þetta allavega. Nei, við munum alltaf ekki neitt sko. Nei, reyndar ekki. En það gaman að við byrjum í 65 og við fættumst allir 4 og 5 árum seinna. Já, nákvæmlega. Já. Ég veit ekki hvað sé Guðbjörn Jónsson er. Nei. Það finnst að vera frægir áður maður fættist. Já. Heyrðu, eigum við að taka hérna 80-sina? Já. Þetta lag allavega frá því þegar við vorum ungir og sætir. Guðbjörn var með okkur. Lítið Guðbjörn maður. Jæja. Það maður hafa upp á þessum Guðbjörn. Ok. Ég er til. Maggi svo. Ég er bara eldi. Maggi langt í burtu maður. Já. Já. Ég stend við spegilinn og hugsa tilbaka. Þá koma upp minningar og af nógu að taka. Vamm og tjúran voru þá hetjurnar mestu og fólk reist það þá. Hverjir væru þeir bestu? Með ermarnar uppbrettar
spila sölunum kom fólkið saman Space Invaders og Pac-Man voru þrautinni þyngri Þetta vorum við að berjast við þegar við vorum yngri Wake me up before you go Don't leave me hanging on like a yo-yo Segir allt sem segja Dallas var í loftinu og ég sá hver þá Jóðar var algjör kvikindi og Bobby átti bát Sue Ellen var grenjandi hún var fyllir aftur Pamela dó í bílslysi og lifnaði við aftur Wake me up before you go Don't leave me hanging on like a yo-yo Segir allt sem segja Ég ennþá töffari þó horfist ég hárið á okkur tveir sem sítt var að aftan hérna eitt sinnum árið Nú ég skuldugur segir bankastjóri Ég með ístrur þið leyfðu bjóri Wake me up before you go Don't leave me hanging on like a yo-yo Segir allt sem segja Það er nefnilega það. Þá er það búið. Já. Hérna, eitt sem við gerðum hérna þegar við vorum að byrja, þá var hérna ljósalagakeppnin. Man einhver eftir því, kannski elsta fólki hérna, sko. En það er allir eldri hérna. Umuleg keppni, maður. En hérna, við, sko, hvað ég aðfæða því? Ég er að pæla hvað þetta segja. Já. Við sömdum lag. Já, já. Og hérna, en eitt sem við gerðum fyrst, við gáðum diskinn fyrst, eða? Nei, var það ekki á eftir? Já. En við tökum þetta lag í tengslu við það. Ég ætla að segja að þegar við gáum út fyrsta geisladiskinn 2004 og það var bara tilvíðun. Það hérna, kom auglýsing í Víkurfréttum að Reykjanesbær var að auglýsa til svona menningarstyrkjum. Og hérna, ég skrifaði, vil ég ekki styrkja hérna unga sæta hljómsveit sem að pæla ekki út geislar, bla 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 og gerði eitthvað svona, sko. Ég þá ekki vita. En svo fenguðu það hennar styrk. Og það var bara 100 áskall og þá þurftu að fara að gefa út plötu. Og þú fékkst hann ekki nema að maður myndi gefa út þessa plötu. Það var mjög sniðuð, sko. Og það sem við gerðum þá, og við æðum alltaf á skólavegi heima hjá Ómari, og við röltum yfir göttuna til hans Rúna Júl, sem var náttúrulega með geimstinn. Og við bönkuðum upp á og hann kom þannig niður tröppunar og ullasokkunum og svo, ertu hérna, við vorum að fá styrk og við þurfum að gefa út geisladisk, ertu til í að gefa hann út? Já. Svo bara svona þögn, var það eitthvað meira? Ok, við bara hérna, þetta var svo sjálfsagt, það var bara minnsta máli og hérna, ég er mjög gaman að rífa þessu sögu og ég er mjög gaman að barnabandið hans er núna hérna tæknimaður í salnum, sko, bara snilld. Já. En svo sá ég auglýsingu núna
aftur svona styrk. Nei. En hérna, ég ekki búinn að sækjum, en mér datt í hug, væri ekki ógeðslega sniðugt að sækjum styrk fyrir breiðbands söngleikinn. Og það yrði náttúrulega svona ástarsaga og við ætlum að flytja núna lag sem við sömdum, sem voðalega falleg ástarsaga og fléttist inn þetta ljósanót og við sendum þetta inn í ljósalagakeppnina hérna árið og ég skil enn ekki að hverju unnum ekki. Ég Það var bara rugl. Einhver Ási Bakari vann. Herðu, eigum að taka þetta lag? Já. Ég held ég ætla ekki að segja neitt meir, sko, en... Já. Það heitur. Ok. Þetta þú svo kallinn. Já. Okkar fyrstu kynnu mun ég ei gleyma. Þú leist á mig, ég hélt mig væri að dreyma. Reyndar man ég eftir þér í götunni heima. Því eitt sinn ég hjálpaði þér að reyma. Svo var það eitt kvöld í september að þú tókst fyrst eftir mér. Kveikja átti þá á berginu hér og 1000 kall ég lánaði þér. Ég horfði í augun þín og þú horfðir í mín. Ég vona að þú borgir mér fljótt í síðasta lagi fyrir næstu ljósanótt. Ég kyssti þig á kinn. Þá var kveikt á berginu í fyrsta sinn. Í augum þínum sá ég himininn, en ég hugsaði bara 1000 kallinn. Einmitt þarna á þessum stað og stund. Allt í kring var fólk svo létt í lund. Við áttum okkar fyrsta ástarfund, en þú skuldar mér ennþá 1000. Ég horfði í augum þín og þú horfðir í mín. Ég vona að þú borgir mér fljótt í síðasta lagi fyrir næstu ljósanótt. Ég horfði í augun þín og þú horfðir í mín. Ég vona að þú borgir mér fljótt í síðasta lagi fyrir næstu ljósanótt. Í síðasta lagi fyrir næstu ljósanótt. En sáu ekki fyrir ykkur söngleikinn með þetta sem svona ástarsöguna?
Já, ástarsaga og fjármál og allt bara þetta. Það eru stýrivextir og alls konar, sko. En hérna, Hilmar, varstu búin að rekka á öllum vélunum? Já, það ekki við 1000 kall, þú farið ekkert fyrir 1000 kall í dag, sko. Gangiði vel að rýma við það, maður. Hérna, sko, það aðeins, finnum við að hefur verið að leika sér í ljósónu, sko. Gætu við fengið ljós hérna á nótnastættiðin, sko. Já. Ég sé að þeir eru að kveikja á þessu, þeir eru að syngja. En allt þetta bull sem við erum að segja líka eiginlega hérna, sko. Þannig að við þurfum svona, það eru svona punktar, sko. Þannig að, hérna... Og þetta eru ekki iPadar, sko. Þetta eru bara möppur, sko. Við þurfum að fletta. Já, við þurfum að skilja svo bókasamna eftir. Já. En hérna, við ætlum að taka meira hérna en... Nú séð ekki neitt maður, allt og bjart maður. Það endurkast þessa skallanum. Já. Nú hró Maggi voða mikið. Ekkert endurkast þarna. Nei. En við gerum ekki grín að Magga. Og það er Maggi, hann lítur alltaf upp til okkar. En hérna, ég ætla að segja ykkur aðeins að hérna, ég búinn að vera mjög lengi með minni konu. Við erum búin að saman alveg svakalega lengi, frá 86, og þá heldur fólk stundum að maður sé svona alveg óreyndur svona, og það sé ekki búið að pröfa neitt, sko, en það er ekki rétt. Við erum búin að pröfa ýmislegt, sko. Við erum til dæmis búin að pröfa báðar stellingarnar. Og svo erum við búin að pröfa þrísom. En það var eiginlega þannig við vorum að gera það einu sinni og ég fekk sinadrátt. Það eru 2 drættir á sama tíma og það... Konan sagði mér að það væri þrísom, sko. Og ég get bara sagt ykkur, þetta er ógeðslega vont og ég mæli ekki með þessu. Já. Svo sá ég hérna, það var mikið... Fyrirgætt, Nei, ég bara, já. Þú varst ekki þarna. Nei. En svo var ég að sjá að það hérna var mikið að vera í svona opnum samböndum og ég spurði konuna mín svona opin sambönd og hún segi já, við erum í svona opnu sambandi. Ha? Já, ef að þú lítur á annan kvenmann þá opna ég hurðina og hendi þér út. En svo svo vorum ekki tísku svona kynlífsklúbar. Ég er ekki spenntur að fara í svoleiðis út af því að ég er alveg viss þetta er svo í leikfiminn í gamla dag. Ég var alltaf valinn síðastur í lið. En ég get sagt ykkur frá því þegar Maggi byrjaði með sinni konu töluvert seinna, sko. Hann var búinn að búa einn lengi og svona. Og ég man að Dóra var svo hissaði, sko, þegar hún eyddi fyrstu nóttinni heima hjá Magga, það var svona heill veggur af bánsum. Það var svona litli bánsar neðst og svona, en stærri og stóri efst. Og hún kunni ekki við að segja neitt, en svona morguninn þegar þau voru búin að njóta þarna nóttarinnar og þá segir Maggi, hvað er með alla þessa bánsa? Herri, já, með mann, þú mátt velja þér einn úr næstu hillinni. Já. Það eru svo margar að rifja upp. Já, ég man eftir þessu böngsum. En við ætlum að taka lag sem að heitir Ferminningar. Já. Það er við tökum það fram að þetta við höldum upp á svona fermingarammæli á Suðurnesjum og svona út á landi. Út af því að, ég veit, í höfuðborgin þá heldur fólk upp á útskriftarammæli, en hér treystum við ekki að neitt útskrifist. Það
Það fermast allir alveg sama hvað það gerir, sko, þannig að... Já. Það erfitt að klúra það fermingunni, maður. Já. En við verðum að taka fram, þetta er ekki neitt sérstakann kvenmann. Nei. Við tökum það skýrt fram. Alveg, já. Fyrir mörgum árum þá ferðumst við skanna hvítum kirtlum eftir langa bið. Við mættum prestinum og sögðum já. Við urðum fullorðin þá. Ég sá þig í ljóma, gangu upp altarið og ég vildi óska að ég stæði þér við hlið. Þú horfðir aldrei á mig sama hvar ég var. Hvert sem þú fórst ég var þar. Ég var ástfanginn af þér, en þú leist aldrei við mér. Ó nei, þú leist aldrei við mér. Mörgum árum seinna við hittumst öll á ný í fermingarafmæli í bænum sem ég bý. Þú varst væntanleg mín eina sanna ást. Ég hélt við myndum aldrei sjást. Árin hafa farið misvel með menn. Sumir orðnir feitir en aðrir mjóir enn. Þú gekkst í salinn og ég loks þig leit. Stöðvaðist mitt hjarta því þú varst bæði ljót og feit. Ég sem var ástfanginn af þér, en þú leist aldrei við mér sem betur fer. Því þá værir þú hér með mér. Það er einhver að kafna það. Það greinir einhver að hérta í fyrsta skipti. Er ekki örugglega hjartastuðtæki hérna? Já. Við ætlum að taka lag sem heitir Hafnagatan. Við sömdum þetta þegar við erum að taka Hafnagötun í gegn. Já. Hún gerði rosalega falleg. Já. Svo var hún aftur ljót. Og aftur falleg. Það er eitt sem ég var að hugsa, ég hef aldrei pælt í því áður. Í textan sem við vorum að syngja, það var hérna fermingar. Já. Þú horfðir aldrei á mig sama hvar ég var, hvert sem þú fórst, ég var þar. Já, hún leit aldrei á hann, sko. Já, þetta er stalker. Já, ok. Já. Aldrei pælt í þessu áður. Heyrðu. Já, það var Hafnagatan, já. Já, og nýjustu fréttir af Hafnagötunni eru það að fara, nú búið að loka bíóinu. Já. Og sem er alveg sjokk, sko. Við hérna... Búið að loka hjólreiðaverkstæðinu líka. Já. Maður bara velti fyrir sig hvert fer þá Gunni með hjólastólinn. En hérna, við höfum báðir hérna leikið svolítið, ég og Ómar, sko. Ómar, já, Maggi líka, sko. Við höfum allir leikið eitthvað. Já. Í hverju leikst þú? Ég leiki hérna í víðfrægu kvikmynd Didda og döði kötturinn. Já, það var alvöru, sko. Ég leik hérna
Ég lék hérna einhverju Friðriksþórsmynd þar sem ég var að bera líkistu. Svo lék ég í Ráðherranum. Já, það var burðar hlutverk þar eða ekki? Jó, ég var að bera píanó. Ég virðist vera valinn svolítið í burðarhlut. Já. Þannig að... Já. Svo lék ég einu sinni í klámmynd. Ég lék eiginmanni sem fór í vinnuna. Já. Helvítis lygi, maður. Maður heyri það. Það virðist vera sumar búin að sjá myndina. Já. Heyrðu, það er Hafnargatan. Já. Við tókum þetta upp, rosalega flott, og við fengum hérna ungan tónlistamann til að spila lúður í þessu lagi. Já. Sem að seinna varð okkar ástsælasti söngvari. Hálfvitanir við létum hann ekki syngja þetta lag. Nei. Já. Fengum við Valdimar í stúdíó, maður. Blást þú bara í þennan lúður? Já. Við skulum syngja þetta. Hálfvitar, maður. Já. Maður getur ekki valið allt í lífinu. Nei. Ég veit ekki hvort ég er búin að segja ykkur að til dæmis að hérna ég var ekki planabarn, ég var slísabarn. Svo ætlaði mamma, hún fór til læknis og ætlaði að spyrja hvort að væri hægt að fara í fóstureyðingu og læknir sagði, það er ekkert hægt, hann er orðinn 30 ára. Herðu, Hafnargatan. Já. Þú var skelfilega ljót og lúin undir fót, en alltaf mun ég geyma þig í hjartanu þar sem þú átt þinn stað. Samt heimsótti ég þig, það var eitthvað sem heillaði mig. Kannski var það minningin, því ekki var það fegurðin eða hvað. Þú lætur mig keyra framhjá sænum og hugsa allar horfnu stundirnar. Nú þú fegurst allra í bænum, hjá þér hef ég ávallt fengið far. Þú snertir hjá mér strengi og þú hefur gert það lengi. Í öllum mínum minningum ert þú allt sem allt snerist í heiminum. Ég vil gefa þér þennan söng, þó þú sért ekki laun. Ég heilsa þér með lotningu, eins og sannri drottningu í útlöndum. Nú færð þú mig til að kikna í hnjánum, þegar þú ert kominn í nýju fötin þín. Samt veis ég að þú ert keypt á lánum. Elsku besta Hafnargatan mín.
Gætu þið fengið aðeins meira ljós hérna, sko. Eða er einhver með höfuðljós til að lána mér hérna? Þarna, sjáumst við núna, erum við kannski bara að skína upp nakkan á okkur? Já. Er áberandi að ég sé fann að þynnast á mér hárið það? Herru, þetta er kannski orð mikið en. Hérna. Já. Já, við ætlum að taka eitt gamla brandar hérna, ekki? Jú, þið verðið alveg umberað. Þeir sem hafa oft séð okkur, þið heyrið suma brandara aftur núna. Það getur alveg komið fyrir. Það er eins og hérna, það er svolítið magnað. Það er rakstur. Það er hérna, við viljum svolítið, þetta er svona rakstur hérna, sko, sem er að pæli. Það er svolítið krafa í dag að hérna, konur séu svolítið snirtilegar hérna. Og ekki að það sé eins og að fæða hérna svart lambi eða eitthvað hérna, sko. Og svo er núna í tíð, sko, að við eigum líka að vera að raka. En það vil þannig til að við erum allir í hljómsveitunum kafloðni nema Ómar og Maggi. Og hérna... og ég stóð fyrir fram að speilin eins og þeir eru búin að heyra þá er ég mjög rómantísku og vil gera allt fyrir konu mína og ég horfði á svona hvernig á ég að raka hér? Hvar á ég að byrja? Veist, á ég að gera svona kassa? Þannig að þetta væri svona eins og sjónvarp. Í fréttum er það helst. Það er appelsínugul viðvörun. Og svo þegar maður er komið niður fyrir Suðurpólinn, hvar enda ég hér? En þetta er rosalega breytt. Eins og fyrir 50 árum, þá var bara allt kafloðið þannig á kvenfólkinu, þannig niðri. Svo fyrir svona 30-40 árum, þá fóru þeir að snirta svona bikini línu þarna niðri. Svo fóru þeir að gera svona rönd, svona strippara rönd, þarna niðri. Og í dag, þá eru bara konur með tippið hana niðri. Já. Heyrðu. Já, næsta lag, það er country-lagið okkar. Já. Okkur langaði að semja country-lag og ætluðum að sjálfsögðu að hafa á ensku. En við erum ekkert rosalega sleipir í ensku. Þannig að við höfum það bara á íslensku með útlenskum hreim. Þannig að þið bara ímyndið ykkur að þetta sé á ensku, sko. Eru allir tilbúnir? Já. All right. Lyktina á nýsleiknu grasi sem minnir mig á sjó rekið fán á dyrapallinum með mjólkurlög í glasi ég sit og hugsa minn gán ég ein manna kúreki því ég með ofnæmi fyrir hestum og hundum köttum og kindum svo ég með heimæri á barnum ég panta mér glas af appelsíni og södra það úr glasinu með rör við hlið mér stendur kúreki með glas af brennivíni
hafði konu með sér í för. Ég einmana kúreki, en ég aldrei á hestbaki. Því ég ræddur við hryssur og 6 skota byssur, svo fæ ég í magan af whisky. Svo prumpa ég heil ósköp af bökuðum bænum og hérna sólin aldrei sest. En af öllum þessum grátlegu raunum víðáttu fælnin samt west. Ég einmana kúreki og hér engin indjáni. Í rokinu á Íslandi. Já, já. Mér var þetta eitt í hug. Eins og svo ofta. Já, já. Hérna, ertu til að setja svolítið gott ljósák. Mér datt í hug að leyfa ykkur öllum, og ég ætla fólk að laumast að taka myndir, takiði myndir núna og svo í hliðina eftir setjið þetta á alla miðla sem til eru. Setjið þetta á Facebook og Instagram og hvað er það, TikTok og hérna, hvað er meira? Og Tinder og allt bara. Já. Það verður líka að setja á hitt hana Grindr fyrir grindvíkana, allir Grindr og hérna OnlyFans og þetta. Þannig að takið núna myndir og hérna og setja þau. En ekki vera með of sterk ljós, ég er rosalega gjarn á að brenna. Endilega takið myndir og eftir þá setjið þetta inn á, en hérna eldra fólki kannski ekkert, ég veit að ef pabbi myndi taka mynd núna þá myndi þau, hvað á ég að fara inn í hljómvala framkalla? Takið myndir og setjið á Snap og svona og þið megið deila þessu eftir í hliðinu, þannig að þá sjá allir hvað þið voru að missa af, sko. Heyrðu, við ætlum að taka rútspunguna. Já. Það er svona bara því að það er þessi tími. Það er þorrinn og svona. Þorrinn og svona. Þetta var lag sem að við einhvern tíðan voru að skemmta á Þorrablóti og hvað dætti ég að semja eitthvað svona, þetta allir hafa ekki farið svona 3 mínútur í að semja þetta lag. Þannig að þetta er engin... Eða stela þessu lagi? Já, eða stela þessu lagi. Þetta er engin tónvísindi í gangi hérna, sko. Ég var að sjá þarna. Nei! Ég er búinn að spara þennan, maður. Takk fyrir að ná fyrir okkur. Bara að setja í þetta. Já, ok. Muni það, þið máttu ekki bjóða áhorfendum upp á svið. Nei. Nei, það má ekki bjóða áhorfendum upp á svið. Nema þessi Þorrablót. Já, nema þessi Þorrablót, já. Þessi maður. Þessi var ódýr maður. Jæja. Tökum þetta. Já. Örstuð, skemmtilegt. Það eru Rútar út allt með engan pung. Það eru rútar út allt með engan pung. Og það er alveg klárt að þeir jarma voða sátt, því að rútarnir þeir hafa engan pung. Það eru lömbum alla sveit með engan haus. Það eru lömbum alla sveit með engan haus. Og það þarf að leita þeim því þau rata ekki heim, því að lömbin eru ekki með neinn haus. Já. Já, takk þetta aftur. Herru, við ætlum að taka hérna Nágrannan. Það er, hérna, var mjög frægt lag og fór víða. Já. Nágranna, það skiptir máli að góða nágranna. En hérna, ég get sagt ykkur það, ég bý í götu og það er orðið
Það er rosalega mikið af útlendingum orðan í götunni. Þetta svo skrítið fólk. Þið getið ekki ímyndað hvað ég að finna í ruslunni hjá þeim. Ég ætla að segja ykkur en þetta gaman, sko. Það eru mismunandi menningaheimar og svona. Fyrir 3 árum, þá fór ég í siglingu og við stoppuðum einn dag í Tyrklandi og þar fór ég og svona veitingastað og það skildi engin neitt eða neitt hana. Og fekk ég svona smá í magan. Svo ég fór á klósettið á þessum veitingastað og ég þurfti að gera númer 2. Og ég gerði þarna stórt stykki númer 2. Svo ætlaði ég að sturta þessu niður og það gerðist ekki neitt. Og ég hefði náttúrulega getað stungið bara á ekkert að pæla í þessu, en það var bara... Ég kunni ekki við það, þannig að ég fór fram og sagði við þjóninn, ég náði ekki að sturta niður. Hann skildi ekki neitt. Ég svo, komdu. Hann bara horfði. Af hverju er ég að draga hann inn á klósett? Og hann svona lét tilleiðast og svo fór ég með hann inn, lyfti klósettsettinu, sjáðu, og sturtaði og hann fór. Hvað ætli hann hafi verið að hugsa? Ég ætla bara að láta þið vita að svona kúkum við víkingarnir. Nágrannar, þeir skipta máli. Já. Þannig við ætlum að taka nágrannar núna. Já. Fyrir þá sem ekki vita, þá var þetta lag samið í Góðærinu. Já. 2007. Já. Þá var allt æðislegt. Og kreppað hafa bara eitthvað gömul sundæfing. Við eiginlega fögnuðum kreppin út ef við þurftum hvort þið að fara í megrun. Ég man að í kreppin þá eru batterið svo dýr að kona fór að sofa hjá mér. Það tók svona lengri tíma fyrir svona að fatta þetta, sko. Já. Já, Já, eigum við að henda þessu í gang? All right. Ég á minnsta húsið í götunni, það húsið sem stendur hjá lötunni. Granninn lætur renna í pottinn hjá sér, kólna allir ofnar hjá mér. Eftir að granninn girti garðinn hjá sér, skín ekki sólin inn í garðinn hjá mér. Granninn fær á þeirra í grill til sín og bræluna leggur svo yfir til mín. Granninn á jeppa af flottustu sort, en ég á bara ljóta lötusport. Ég fer í vinnuna með rútunni, en hann fer með enga þyrlunni. Konan hans eldist ekki hættisót, en mín bæði feit og ljót. Granninn stæltur og með hári ljóst, en ég bæði með ístu og lafandi brjóst. Æmingja ég, æmingja ég. Þegar granninn með veislu hjá sér, býður hann öllum nema mér. Elton John skemmt í afmælinu, en ég hafði bara efnin á breiðbandinu. Óþolandi hann granninn minn,
sé hann sonur minn. Já. Ha. Þetta var svona. Já, Það er ekki búið að borga fyrir meira hérna. Nenntum ekki að spila það núna. Hérna, það er eitt með ástina og samskipti kynjana. Ástin er blind. Það er alveg örugt. Það er til dæmis sést á því sko að þegar við tökum Atlasinn. Atlasinn er... Einhver eitt búinn að heyra þetta. Þetta er flott. Það er einhver búinn að hlusta á diskana og búinn að gera heimavinnuna. En Atlasinn er svona þegar þú ert á leiðinni upp í rúm með konunni, náttúrulega í svörtu sokkunum og svona, mest sexy eins og getur verið. Já, allsber. Og þú ert með, komið með stampínu, hún ýtir svona undir bumbuna. Þá er þetta eins og Atlas að halda upp í heiminn. En við höfum tekið eftir í seinni ár að Atlas er svona meira í vandræðum með þetta. Já. Hann er fann að kikni í njánum og svona. Já, hann er svolítið uppilegur, sko. En svo, hérna, þið sáu rigninguna og þrumur og eldingar í gær. Já, kom elding bara. Herru, þetta var effekti, sko, hún er ekki mann að biðja þetta. Sko. Nei. En það er nefnilega, þið heyrðuð það og sáuð í gær eða í fyrir daguna, að það kom elding og svolítið tölur þetta eftir, þá kom þruman. Það er út af því að ljósi er miklu hraðar að berast heldur en hljóðið. Hljóðið er miklu lengur að berast. Við erum að veltaði fyrir mér. Ætli það sé þess vegna sem kona er miklu fallegri áður en hún byrjar að tala. En ég get alveg sagt ykkur það. Ég er búinn að vera hamingjusamlega giftur núna í 17 ár af 23. Þetta er ekki alltaf hamingja, sko. En í dag þá stundar maður svona villt kynlíf. Það er svona, viltu gera það? Viltu gera það? Viltu gera það? En svo er þetta eiginlega komið á það stig í dag að konan svona lítur á mann, nennir ekki bara að lauma einhver í drykki minn. Herru, hvað ætlum að segja mér á hann? Bara, já, ekki að... Og beint í framhaldi að þessu rómantísku pælingu þá ætlum við að taka lag sem heitir Hún fór frá mér. Já. Ha? Þetta er rosa. Okay. Já. Hún kom til mín fyrir þó nokkru og sagðist ætla að flytja á brott. Og ég verð að viðurkenna að fyrst fannst mér það bara gott. En nú er ég orðinn svangur og ekkert í skápnum. Og ég stend hérna á götóttum sokkaleistunum. Því hún fór frá mér fyrir annan mann. Hún sagði að hann héti Jesú, hvernig get ég keppt við hann? Hún kann ekki gott að meta, ég vildi henni bara svo vel. Ég meira að segja gaf henni nýja þvottavél. Hún sagðist hafa funnið frelsið í dúnmjúkum faðmi hans. Náist hans hún náða til að falla oft í trans. Já, hún fór frá mér fyrir annan mann. Hún sagði að hann héti Jesú, hvernig get ég keppt við hann? Hún sagði að hann héti Jesú, ég ætla að lemja hann. Já. Ætla að lemja hann. Heyrðu, Já. næsta lag Já. sem heitir Í Guðanna bænum og er búið að vera vinsælt og
er á disknum okkar. Það er svakalega flott í stúdíódisknum. Við gáum 3 diska og síðast er stúdíódiskur og þetta lag er mjög flott. Og þá er rafmagnið farið. Hérna þessar breytingar yfir að setja í bókassan er það alveg að byrja. Það er verið að blikka hérna ljósunum svo þessi ómikið læti hérna. Góð vantar lesljós. Já. Heyrðu hérna, nú er einhvern óðbúð, hann er farinn. En þetta lag, við minnumst á fótboltakempu. Já. Okkar frægasta fótboltakappa sem var Eiður. Já. Og svo var Þetta er alveg síðan 2005, þá var það samið, sko. Og það heyrist náttúrulega að okkar ferill er búin að vera lengri en hans. Já, við erum ennað. Hann var alltaf að skipta lið. Þannig að við gátum svona aðeins breytt textanum og heldum okkur lengi við, sko, fyrst þetta Liverpool og Chelsea, svo fór hann í Barcelona, þá var Barcelona og Chelsea og þá var þetta orðið í Evrópukeppni eða eitthvað. Já. Svo var hann hættur, þá vissi ekki alveg hvað það að gera. Þá kom ný stjarna. Já, það var Gylfi. Við breyttum textanum í að þá var það var orðið Everton. Swansea og allt sem að spila með. Já. Svo má ekki minnast að hann meir. Nei, þannig að datt út. Svo voru við komið með Sveindísi. Já. En við ætlum að taka þetta í upprunalega útgáfinni. Þannig að það verður Eiður. Já. Já. Held ég. Ég bý í Guðanna bænum. Ég bý í Guðanna bænum. Kerlingin var inni í stofu að væla á mig. Ég mátti ekki fá mér bjór og horfa á sjónvarpið. Það var Liverpool og Chelsea og hún slökkti á. Og Eiður Smári byrjaði inn á. Má ég ekki fylgjast með síðustu mínútunni? Please, þetta er úrslitaleikurinn í deildinni. Af hverju ertu aldrei góð við mig? Ég sem geri allt fyrir þig. Ég bý í Guðanna bænum. Ég bý í Guðanna bænum. Ég bý í Guðanna bænum. Í þér er alltaf endalaus hávaði. Ég heyrði ekki þegar Eiður Gylfi Sveindís skoraði. Slakaðu á og verð ekki svona æst. Ég fæ mér sko betri konu næst. Heyrðu, nú ætlum við að taka hlé. Já. Leið og hann er búinn að fá sér sæti, þá ætlum við að taka hlé. Já. En við ætlum að taka hlélagið okkar. Já. Og Biðið fyrir bannáleikunum. Já, biðja fyrir bannóleikunum. Já, hvort náðu að taka þetta? Já. Já, það er ekkert víst maður. Þið vitið ekkert hvernig þetta á að vera heldur maður. Við ætlum að taka stutt lag, svo förum við út á bakvið og ykkur verður ábygglega fljótlega hleypt á barinn, sko. Og það verður kortir 20 minúta pása eða eitthvað, þannig að þið getið, og setið allt á Facebook og allt þetta. Já. Og Grindr og þannig OnlyFans og allt þetta. Og tilbúið strákar. Já.
fyrir okkur. Tökum við smá pásu. Auðvitað redduðu tæknimennin þessu. Það eru bara snillingar sem vinna hérna í Hljómahöll. Það búið að dekra hérna við okkur. Og ég sagt ykkur það hérna, við erum búin að vera í samskiptum við þá og hérna, ég sendi á þá, þegar Tommi sendi hérna, vil ég vera með þessa tónleika og eitthvað, já, ekki bara frábært og ég ætlaði að vera voðalega fyndinn og ég sendi tilbaka á hvern sendu við rætirinn. Og nú vitið þið kannski eitthvað að rætirinn þegar hljómsveitir sendi eitthvað þetta eru kröfuna sem við viljum hafa á staðnum. Og hérna, það kom bara svar. Ef það tæknileg mál þá sendi á þennan og þennan, ef það veit ykkur eitthvað það mál þá sendi á þennan hérna. Og já, það ekki að verið. Og hérna, þess vegna tókum við hlé, vorum ekki endilega pælilega hluta því að við erum með aðstöðu hérna á baku og það bara fullt á bjór, sko. Þannig að við erum með, við ætlum að það er hans sem er búin að sjá okkur, þess að við erum með bjór á bakvið og þetta er svo pró, við erum aldrei lent í sól og tæknimenni hérna, Ástór og Alexander, snillingar og við vorum síðustu helgi, þá fórum við í hérna æfingaferð til London en það stóð tæpt út af því að fluginu var aflýst. Já. Herru, þá var bara haft samband við gamla grúppíum það bara, hvað segirðu? Við komumst ekki til London, hvað þetta að gera? Og við áttum að fara eftir háti á föstudaginn. Þetta var á 50-dagskvöldinu og þá bara Raggi bara, strákar, ég sendi ykkur bara út í fyrramálið. Þannig að strákarnir voru bara mættir á London. Takk, Raggi. Og það náttúrulega gerði það verkum að við, svona eins og allar alvöru hljómsveitir, við keyptum okkur hljómsveitaföt út í London, sko. Keyptum þessa jakka, sko. Sér við erum flottir í þessu. Það ekki? En við ætlum að henda í, við taka næsta lag, keyra þetta í gang. Fengi allir sér að drekka eitthvað í hléinu. Allir er honum góðir. Það þarf ekki að fara að pissa alveg strax, sko. Þegar skygja fer á kvöldin, tekur fíknin af mér völdin, fer í nýja silkiskyrtu, það bregður á hana birtu, fer í buxur og jakkistíl, tek síman og banda bíl. Ég skelli mig einum köldum, byrgi mig út af spjöldum, ég prófa báða tussana, á móti mér situr Súsanna, hún fær 11 manna afslátt, mér finnst það ekki réttlátt, það er bingo, það er bingo, það er bingo, í Vinabæ. Nú koma tölunar ein af annarri, lesnar upp af fannari. Hann kveður skýrt að orði, það er þögn á hverju borði, spennan vex meir og meir, þá er öskrað Bjarni tveir, það er bingo, það er bingo, það er bingo, og það er hjá mér. Gamla fólkið er allt brjálað, ég vona mér verð ekki kálað, ég fyllist megnum ótta, með vinninginn legg ég á flótta, er
ég skoði kassan í friði, þá hann fullur af stinningarlyfi. Jæja. Þetta skemmtilegt. Já. Herðu. Já. Ég það einhver enn að hlæja að þessu. Ég grunar að það sé Súsanna. Með túsana. Já. En ég var að komast að því að það heiti pilla sem að senkar sáðláti. Svínvirkar. Hún búin að duga núna í 5 mánuði. Ég í rauninni skítrættur að hnerra eða eitthvað. Maður þorir ekki að vera með honum í bílinn. Ekki með allar þessar hraðahindranir hérna. En ég og kona mín fórum einu sinni í læknisleik. Ég fór til hennar og pantaði tíma og ég á tíma í maí. Það eru víst 24 á undan mér. Já. Ég fór til læknis daginn og læknir var bara ákveðinn og sagði Rúnar, þú að hætta að prófa þér. Ha? Af hverju? Ég að reyna að skoða því. En það búið að rannsaka það að það var sagt að þú stundar kynlíf reglulega. Það heldur manni unglegum. Ég að pæli, hvar kona mín að stunda þetta kynlíf? Herru, við viljum að taka lag sem þið gerðu það, Lúla. Já. Það var einn dag í september, ég var í miðjum húsverkum. Þá hringdi vinur minn hann Ingiberg á að kíkja út með strákunum. Við hittumst bara niður á krá, rétt hjá greni trjánum. Ég spurði konuna mína þá, grúpandi á hnjánum. Gerðu það, má ég fara með þeim? Ég skal lofa að koma snemma heim. Hún sagði við mig ákveðin, þar sem ég kraup á hnjánum. Þú ferð sko ekki hænusveit með þessum blautu bjánum. Hágrátandi á gólfinu með óstöðvandi ekka, svo leið hún mér með semingi ég skildi ekki drekka. Ég má fara með þeim, en ég þarf að koma snemma heim. Ég beið þá ekki boðana og á barnum biðu þeir. Strákarnir buðu mér allir bjór, svo man ég ekki meir. Fögur loforð fölna fljótt, en nóg til af þeim.
Svo ég sit hérna í húminu og þori ekki heim. Gerðu það, má ég koma heim? Ég skal aldrei fara út með þeim. Gerðu það, má ég koma heim? Ég skal aldrei fara út með þeim. Já. Jæja. Þetta ekki tóm sæla. Nei. Hérna, það svolítið magnað. Ég stundum var í tölvupósti. Það var í gamla daga þegar hún var að byrja. Já. Oft að fá svona tilboð, Viagra og tippalengingu. Ég var svolítið að spá, rosalega þekki fólk út í heimi mikið mig, sko. Og maður svona pæli hverjum dettur í huga hérna fallast á svona tilboð. En það gerðum við strákanir. Já. Og við Við sjáum ekki eftir því, maður. Nei. Við tókum náttúrulega tippalenginguna. Það var tilboð 3 fyrir 2. Og við vorum ekki að spara það, sko. En það er svo fyndið, þegar maður er að segja þetta, þá veit maður hvar allar konar eru að horfa núna. En við fengum náttúrulega þarna svolítið góða sleggju. Ég kalla minn... Já, þetta var sko, ég spáði þetta hérna... Það var bara ein stærð í boði, sko. Já. Það var sama stærðin fyrir okkur alla, sko. Maggi kom best út úr þessu. Og já. Hann er stundum kallaði þrífóturinn. Ég fór að kalla minn Godzilla. Og bara, jæja, Godzilla rústa Tókjó í kvöld. Já, ég kallaði minn Sleggjuna. Hvað segir skara og hann bara stálið. En svo Maggi, hann var svo flottur á því. Hann gat tekið hann svona og stungi honum í eyrað á sér, þá var hann svo bensíndæla og svo bara, jæja, elskan, á að fylla. Já. Í framhaldi þess að ætlum að taka bringuhár og barta, eða ekki? Já. Sem við höldum áfram með kallmennsku pælingarnar. Já. Palli í leið með þig? Já, ok. Já. Þetta maður sem var næstu í dáin á síðustu tónleikum. Nei, hann var að pæla í þessa slóð hverju verið með þessa tippalengu, eða ekki? Já, ok, já. Ok. Við sendum það bara eftir. Aha. Hvað það sem sannur karlmaður skartar? Bringuhár og bartar. Bringuhár og bartar. Engin kona yfir því kvartar. Bringuhár og bartar. Bringuhár og bartar. Bringuhár og bartar. Ég í mörg ár reynt að safna. Ég að kafna. Ég fæ engin hár. Ég í mörg ár reynt að safna. Ég að kafna. Ég svo sár. Ég tek pillur, rauðar og svartar. Bringuhár og bartar. Fæ af þeim á bakið loðna parta. Bringuhár og bartar.
bringuhár og bartar, bringuhár og bartar. Ég hef í mörg ár reynt að safna og ég að kafna. Ég fæ engin hár. Ég hef í mörg ár reynt að safna og ég að kafna. Ég svo sár. Ég hef reynt að öllu mínu hjarta, bringuhár og bartar, en á bringu minni bara ein varta. Bringuhár og bartar, bringuhár og bartar, bringuhár og bartar. Ég í mörg ár reynt að safna og ég að kafna. Ég fæ engin hár. Ég í mörg ár reynt að safna og ég að kafna. Ég svo sár. Já, Fyrir 2 árum já, þá skemmtum við hérna í Stabbanum. já. Munið eftir því. Það var í stóra salnum, sko. Já. Holtunum heima, tónleikar, geðveikt. Og það er til hérna vídeóklippi á Víkufréttum með viðtal við okkur undan og svona. Ég byrjaði að tala um því að svo fegin að konur á okkar aldri, þær ekkert að taka þátt í einhver svona trendi á félagsmiðlunum og þetta. Hæ. Þær ekkert að taka þátt í hérna MeToo-byltingun endilega, ég veit ekki, og fríði nippul. Sem betur fer, sko, það væri bara... En... bara sorglegt, maður. Já. En þarna þegar við vorum að tala um þetta, fríði nippul að það væri ekki, og þá erum við að horfa út í sal og þá var bara einn kvenmaður þarna fremst sem bara tók svona niður. Við vorum flassaðir í salnum. Ég er ekki að gefa ykkur neinar hugmyndir hérna. Og Maggi mist af því. Já. Ég er enn að reyna að rétta mig, sko. Það er raunin, ef að Maggi getur mistað einhverju þá mistar hann að því, en ég og Ómar, við tókum eftir þessu. Já, já. Þetta var kannski ekkert hérna stæðstu brjóstin, en þetta voru brjóstannar. Já, já. Ætti kannski betur við í þennan minni sal, en það var búin að virka stærri hér. Já, ég sá það. En þetta var ógleymelt, þá vorum við búin að klára, við vorum búin að lenda í öllu, sko. Já, já. Við erum búin að flassa þér og það var bara geðveikt. Það er við bara konur á toppinn. Já. En við vorum stundum að, hérna, á sín tíma. Já, en það er kannski rétt að ef, sko, þú veist, ef einhver finnur þörfina, sko, að flassa okkur, þá... þá væri gott ef við myndum láta vita bara svo að Maggi missi ekki af því, sko. En við vorum ofta að skemmta hinga og þanga. Við vorum að skemmta mjög víða í þessi 10 ár sem við vorum hvað virkastir. Og við vorum eins og að skemmta út af landi. Við fórum rosalega mikið, við fórum eins og inn í Grindavík með þessa. Og við fórum alveg til útlanda og hinga og þangað. Og ég man einhvern tíðan þegar við vorum í einhverju krummaskuði, einhverju svona útgerða krummaskuði. Ég veit ekki hvað það kallaði þessu. Það var við vorum að skemmta og það var líka blautbólskeppni. Þetta voru ekkert endilega kannski flottustu píunar sem voru að taka þátt í þessari blautbólskeppni. Það var til dæmis ein sem var með svona misstór brjóst. Og hún lenti í 1. og 3. sæti. Maggi lenti í öðru. Við vorum svo stoltir á honum. En við gistum oft á hótelum þegar við vorum að skemmta svona út á landi og við erum búin að fara og að viða og svona. Og
Ég man að ég einhvern tíðan miðanótt að vakna hérna og ég rá að vakna og var að leiðin á klóstið og þá tek ég eftir því að það var nakin kvenmaður inn á herbyggi á mér. Ekkert kannski rosalega fallega, sko, hún var loðin á vitlausu stöðum og svona og bara, ég var, wow! Svo fattaði ég var að horfa í spegil. Svo manni einu sem ég vaknaði, það var brjálu kona bankandi á hurðin alveg endan, brjálu sko. Það endaði með að ég fór fram úr og hleypti henn út. Já. Herðu, við ætlum að taka lag sem heitir Bjór og brjóst. Já. Eru þið klárið í þetta svo? Já, já. Alla karla dreymir og það alveg ljóst. Það allra best í heimi stór bjór og brjóst. Sum þau lítil en samt voða kjút. En þrátt fyrir það þau líta öll svo vel út. Allflest ekta og önnur bara feik. Þau kom í ýmsum litum, gulbrún, rauð og bleik. Sum brjóst svo lafa og önnur út á hlið. Stundum sjást þau varla en öll brjóst elskum við. Já, öll brjóst elskum við. Kröfurnar minnka með hverjum bjór og lítil brjóst virka voðalega stór. Öllum á redda með bjór. Sum þau gömul og hafa upplifað sitt. Ef þú sýnir mér annað, þá ímynda ég mér hitt. En ef þau karlmanni kannski tilheyra, þá verður þú bara að drekka miklu meira. Já, miklu, miklu meira. Og miklu, miklu meira. Öllum á redda með bjór. Já. Við erum búin að vera hérna saman, ég og kona mín, í ansi lengi. Bara svo ég minnist á mína konu. Og það rosalega mikilvægt víst, og ég hef komist að því að gott að vera blíður við konuna. Þá verður hún hamingjusöm. Ég hef náð því að vera svo blíður við mína konu að þegar við erum að gera það, þá vaknar hún ekki einu sinni. Ég teki þetta svona með aldrinum. Þá stundum maður minna kynlíf og konunar bera á sig fleiri krem. Ég held að sé að bera á sig riðvörn. En það sem eiginlega
Þetta eru kremkonunar hérna. En það sem eiginlega mest sexy við konur, það þegar þær bleita svona varirnar, setja þær saman og þegja. Svo, ég las ykkur á netinu, svona ykkur tips og tricks svona í samböndum. Það víst rosalega gott að vekja konuna með munnmökum. Ég reynda rosalega heppinn í því hlutinu til að mín kona, hún sefur með opinn munnin. Jæja. Það rosalega margir kallmenn í salnum í kvöld sem að munu horfa á konuna sem sofa. Wow, með opið munnin. Herðu, viljum að taka samtök kvenna. Samtök kvenna. Já. Það einhvern veginn þannig að konur eru alltaf að stofna eitthvað kvennasamtök. Voru ekki að stofna ríkisstjórn í daginn? Þannig að... Það er alveg svakalega maður. Já. Samtök kvenna frá útlöndum, samtök kvenna frá Hornströndum, samtök kvenna í blómarækt, samtök kvenna sem keyra hægt, samtök kvenna í kirkjukór, samtök kvenna sem drekka bjór, konur sem vinna sömu handtök, þær stofna með sér samtök. Kvenna, 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 hitt og þetta. Samtök kvenna í iðnaði, samtök kvenna í skilnaði, samtök kvenna í ró og næði, samtök kvenna sem bakki stæði, samtök kvenna sem sofa út, samtök kvenna sem drekka stút, konur sem vinna sömu handtök, þær stofna með sér samtök. Kvenna, 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 hitt og þetta. Samtök kvenna sem rokka feitt, samtök kvenna sem ger ekki neitt, samtök kvenna sem fara í splitt, samtök kvenna sem gera hitt, samtök kvenna sem syngja, samtök kvenna sem kyngja, konur sem vinna sömu handtök, þær stofna með sér samtök. Kvenna, 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 hitt og þetta. Kvenna, 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 hitt og þetta. Kvenna, 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 hitt og þetta, hitt og þetta. Það var einn brandari sem við sögðum alltaf í gamla daga. Það var
hvað þú gerir ef þú finnur klámblað hjá úlingnum og einhvers dæsir bara ég lendi í þessu svo oft ég hugsaði að maður myndi lendi því núna að finna klámblað hjá úlingnum þá er bara, wow, hvar fékkstu þetta hér? Hjá afænum eða? Wow! Það er miklu næra í dag að þá væri þú svona koma inn og hann væri að skoða klám á netinu. Það er svona meira þetta virka þannig í dag. Og þetta var brandarið þannig og tækir sko, þú sagðir hann var að skoða klámblað, þá tókstu blaði og svona, já, það er nú ekkert í þessu blaði sem ég og mamma henni er ekki búin að gera. En í dag gengur það ekki. Ef þú sérð að hann er að skoða hérna klám á netinu, þá svona, já, ertu farin að skoða klám á netinu? Á hvaða síður ertu að fara? Ertu að fara inn á Pornhub og X-Head og blá og allt þetta? Sko, þú gætir kannski rekist á myndbönd af mér og mömmu þinni. Þú gætir eiginlega séðu undir hinum og þessum flokkum. Það er til dæmis þarna ef þú fer hérna outdoor sex, nude on the beach til dæmis. Það gæti verið mynda mér og mömmunni manstu þegar þið fórum til Tenerife á ári og þið fóru í Aqualand og ég og mamma brugðum okkur frá. Gæti rekist á það. Ekki fara heldur inn á hérna svarthvítu myndböndin. Það sem er svona ekki svart-hvít skilur heldur svartir og hvítir. Ég og mamma vorum einu sinni með 3 svörtum og þegar við lágum þannig í rúminu eftir þá var þetta bara eins og blautur KR-búningur. En þegar við vorum ung. Já, þetta er náttúrulega, það er alveg ljóst að úlingunum er ekki að fara að skoða neitt á netinu neitt, sko. Hann er bara að fara beint á bókasafnið hér. En hérna, þegar maður var ungur, þá pröfaði maður ýmislegt. Og auðvitað er maður búinn að gera allt sem er í bókinni, sko. Svo það er búið að reyna að pota í allt á konunni og allt þetta. Og það er sko, og það, við erum búin að reyna að finna hennan G-blett og allt þetta, sko. Og maður er orðinn æfður í ég teka fram, ég líti ekki svona út þegar ég er að leita. En ég er búinn að komast að því, í dag, þá kemur þetta svo svolítið vel þegar ég er að opna svona nýja rauðvínsspelju og er að leita tappanum. Herru, það er þú bara. Já. Hérna, þeir sem hafa komið á, eða séu okkur skemmta, þá er ég stundum að minnast á dúkku sem ég átti. Og það sem að við erum bara hérna á Trúnó. Þetta fer ekkert lengra. Nema á vídeo hjá Víkurréttum og... Já. Þá ætla ég að fara aðeins yfir þessa dúkkusögu. Það hérna, þetta var reyndað þannig, sko, þetta var áður en ég kynntist konunni minni. Þá, ég var að þvælast í kólaportinu, sá þarna einhvern kassa og flott mynd utan á honum. Og ég keypti hann bara svona í Bríarí, fór með þetta heim. Þá bjó ég einn í kjallaraíbúð. Svo þegar ég fyrir að opna þetta svona, þá kannski lítur þetta nú ekki alveg eins út eins og á myndinni. Það er eitthvað svona samanbrotið svona, hérna, eitthvað gúmmí, það var rosalega gúmmílíkt. Það var svona eins og gömlu tjaldi. Og það fylgdi pumpa með, svona fótstigin pumpa. Það var svona eins og fylgdi með vindsangoninni í gamla daga, svona hálfu bolti svona, og slanga. Svona pumpa, svona. Þannig að, og ventillinn, ég svona náttúrulega braut hann í sundur svona, var nú hálfrikaleg þá. Og hérna, ég tengdi ventillinn, hann var í annar í geirvortunni svona. Það setti ég slönguna og svo byrjaði að pumpa. Og hún svona lifnaði aðeins við svona, en ég var rosalega krumpuð og asnaleg, sko. Það var svona til að byrja með eins og gömul kona. Þannig að ég held áfram að pumpa maður.
Svo var hún komin í fulla stærð og þú sennilega verið ykkur austurlensk dúkka eða sem sagt austan tjalds svona, hún var svolítið stór sko. En þannig að þá tók ég pumpuna úr og setti gerivörtun á eins og maður gerir og svo fann ég í kassanum þá var svona heiðgul hárkolla sem að maður svona tróð hún á hausinn þannig að hún var svona allt í lagi og ég við áttum nú ágætið samskipti þarna en ég alltaf þegar ég var svona eitthvað að eiga við hana þá heyrði ég svona hátíðnihljóð ég svona fór að hlusta og ég svona svo pældi ég ekkert í þessu svo voru við eitthvað að gamna okkur saman svona og þá svona fyrir aðeins að hún verður ekki eins stinn sko og hrukkast aðeins í andlitinu og ég fer að spá í þessu betur svona og ég pumpa aftur í hana og og þá ég verið að rannsaka þetta þá finn ég að pínulítið gat svona í munnvikinu á henni ég var að spá því, anskoti, ég fyrir ekki að setja bót þarna bara eins og sem frunsu maður þannig að ég pumpa bara reglulega hérna og svona en svo með tímanum að þá kom svolítið leiði í sambandið mér fannst hún ekkert gefa mikið af sér og svona ég var eitthvað að ralla á bókasafninu og ég fann þetta bók tantra þannig að ég tók þessa bók og ég var eitthvað blóðið í hennu svona og það var sniðugt að tantra bara dúkkuna og ég sem kafla það var eitthvað verið að vinna svona með öndun það var svona anda djúpt eitthvað inn og út og eitthvað og ég ákvað að prófa þetta maður þetta svona pínu vesinn það þarf að pumpa svo að hleyp út svo að pumpa aftur maður svo ég að stunda vesenast í þessu maður svo ég með kveikt á sjónvarpinu og ég að pumpa eitthvað maður og svo einhvern veginn svona gleymi ég mig bara og ég að pumpa bara og horfa á sjónvarpið og það eitthvað voða skemmtilegt í sjónvarpinu maður gleymi náttúrulega að hleypa úr maður ég lít við maður þá hún orðin risastór maður orðin hún að gegsa í einhvern veginn það var búið að teygja svo á gúmmíinu maður ég ætla að fara að hleypa úr ventlinum það bara rétt á þá munið gatið í munnvikinu það sprakk bara upp munnurinn á og hún hjaðna niður en gúmmið það gekk ekki tilbaka sko hún var alltaf svona hrúa þetta var eins og Jabba the Hutt með gula hárkollu og hún höfði ekki til mig þarna þannig að ég hendi henni bara ég var að pæli þú sagðir að hún var svona krumpuð og þá pumpaður bara meira já. Ég held að nokkri kallmenn í salnum voru að pæli að fá lána þessu pumpu hjá þér en svo sá ég fyrir mér svolítið krumpuð, skrítið munnsvip, ljósa hárkollu varstu nokkuð að sofa hjá Donald Trump? Já, það var svipur, já, ég sé það núna Herðu, við ætlum að taka öðlinginn, eða ekki? Jó, það öðlingurinn, já Við erum að fara að hætta þessu, sko Öðlingurinn Já Herðu Hvað segir eitt meira til þetta? Hvað er nei, já, ok Já, drífum þetta Það er að fara að komast heim Ég gaf þér sögu jólin og kartöfluflísjar í stíl og tuskur í mörgum litum til þess að þrífa minn bíl skúringagræjur á hjólum þú fékkst í afmælisgjöf og brauðristir í 4 sneiðar samt varstu ekkert glöð hvernig á ég þig að gleðja
Hvað viltu fá frá mér? Ég ekki alveg að skilja vanþakklætið í þér. Tvöfaldan ísskáp frá Ignis og spansuðu helluborð. Ég fekk ekki einu sinni kiss, þú sagðir ekki orð. Pottar úr hertu áli, var sængur gjöfin til þín og straujárn alveg auka og hérna skyrtan mín. Hvernig á ég þig að gleðja? Hvað viltu fá frá mér? Ég ekki alveg að skilja vanþakklætið í þér. Ég elska þig miklu meira þegar húsið mitt hreint. En af hverju þarftu alltaf að ryksuga svona seint? Morgungjöf þú fékkst líka, krómað snúrustaurasett, slátturvél með gírum til þess að slá okkar blett. Allar þessar gjafir virðast ekkert rífa. Ég farinn að halda að þér leiðist svo að þrífa. Herðu, það komið að lokalaginu. Já, það komið að. Þetta ekki að verða gott bara. Já. Og þetta lag var erfiðast að semja. Þetta heitir Ástfangi með athyglisbrest. Og við gátum eiginlega aldrei klárað þetta. Ég segi eitthvað meira. Við hlóum svolítið. Okkur fannst þetta vindið. Okkur fannst það geðveikt vindið. Já. Herðu. Þetta náttúrulega getur verið vandamál. Að vera ástfangið með athyglisbrest. Já, það getur verið það. Ef ekki að renna bara í lagið. Sjá hvernig það fer. Jó. Hvað er kabóið? Ha? Hvað er kabóið? Það er bara á 4. 4. Prófaði það. Já. Þannig veit ég ekkert hvernig þetta helvið Spanjó virkar. En alltaf fekk það mesta athyglina þegar við vorum að fara eitthvað maður. Þetta er flott með Banjó. Allt grútlegt. En þið sjáu það heyrist ekki mikið í Magga. En það er hérna, þið sjáu við erum hérna 2, miklu meiri kallmenni heldur en hann. Og það er í öllum svona, ef þið horfum á bíómynd, eða hryðjuverka árás eða eitthvað, þá kemur alltaf sköllótt í gaurinn. Bruce Willis, Jason Statham og allir þessi gaurar. Ef það kæmi einhverju hryðjuverkamenn, fólk væri að leita til mín og Ómars. Það myndi enginn leita til Magga. Það myndi mestalegi knúsa þá. Já. Herru, viljum að taka þetta lag? Já. Kerum við þetta í gang. Já. Þú ert eina ástin mín og mér finnst þú vera langt best. Því þú elskar mig eins og ég þó svo ég sé með athyglisbrest. Við höfum verið saman lengi og ferðast saman víða og ég elska að vera með þér því þú leyfir mér ofta. Við fórum til Ameríku. Varum að segja eitthvað frá því? Já. Við spiluðum í Mall of America. Já. Það var geð. Já, geggjað. Ég var ekki búinn að segja eitthvað frá því. Við vorum að fara hana í desember og ég fór að, hvað var að gerast hana? Þetta var 2006, sko. Já, ég átti nógan penning. Góðarið. Heyrðu, og það, ég fór að kanna hvað var í gangi þarna í Mall of America. Við vorum að fara til Minneapolis og það var svona jólahátíð.
Þannig að ég sendi á þá, viljið þið fá hérna íslenska hljómsveit til að spila íslensk jólalög á íslensku í þessari jólahátíð? Það bara, já, endilega. Og við fengum bara lista. Við erum með svið fyrir 5 manna hljómsveitir, 30 manna hljómsveitir og 70 manna hljómsveitir og svo bara, við vorum settir á 70 manna sviðið. Sem betur voru 2 jólatrið þarna og flygil og þarna skemmtum við í Ameríku og breiðbandi, við ætlum að senda svona kynningarefni og svo voru svona plakkut klukkan 1 núna að spila. Brei og Bandíó. Brei og Bandíó. Það er breytið eðinni, þannig að við erum tilbúin með nafn á erlenda grundu. Brei og Bandíó. Helviti gott, sko. Það var gaman. En verður ekki að klára lagið? Jó. Hvar voru við? Já. Því þú leyfir mér oft að fá mér bjór. Ég elska allt við þig og ég ekkert að ljúga og þú hefur marga kosti en best þú Svo fórum við til Danmörku. Það var geðveikt út af því við vorum pantaðir á Þorrablót hjá Íslendingafélaginu í Horsens. Við vorum veislustjórar, við vorum sáum happdrættið og við bara allt og við drukkum bjórinn. Já. Við vorum með svona backstage og það er bara fyrst núna sem við erum með svona flotta aðstöðu. Við vorum með það voru 5 kassar af bjór fyrir okkur í bakherberginu. Já. Hérna, hljómaðurinn má toppa þetta, sko. Þetta var geðveikt að fara þarna. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Við erum að spila lag. Já. En best þú í að elda. Þú varst alltaf best í dönsku. Það fyllti hinar stúlkurnar. Nei, strákar, vitlaust lag! Þetta er eitthvað allt annað lag, ekki? Herðu, við reynum þetta. Ég elska þig geðveikt mikið. Ég hef aldrei gert slíku og þú leyfir mér oft líka að sleikja þína. Heyrðu, við fórum til Vestmannaeyja. Það var geðveikt. Við vorum pantaðir í fertugsafmæli og við þurftum að fara á Reykjavíkurflugvöll, flugum þaðan, tókum rótarann með og við vorum að skemmta í fertugsafmæli hjá einhverjum sjóara en það var eitthvað brjálæðislega mikið að gera í öllum frystihúsum og það var eitthvað svaka kvennapartí í höllinni. Já. Það mættu 8 í afmælið. Og við vorum að skemmta hana, búnir klukkan 10 kvöldið og við fórum á Lundan. Já, eitthvað hlutis. Og sátum þar til 3 nóttina. Fóru líka flugvél. Fóru líka flugvél. Já, þetta við flugum að það maður. Já, við flugum sko. Fórum að fljúga þarna með Friðrik Ómari, Pál Óskari, Jókvan og Sigga Kling þarna. Og þetta hugsaði það sko, ef að flugvélin hefði farist, þá hefði þetta verið svona svipað á þeirra Buddy Holly og Ritchie Valens og þessi feiti þarna. Að mann enginn hvað heitir það? Nei. Þetta verið alveg eins bara þarna. Það er klárum þetta. Já. Hvert voru konir? Já. Að sleikja þína eyrnasnepla. Við fórum saman til Kúbu og þar týndist passinn. Við slóum á létta strengi og ég tók þig fast í. Svo fórum við til Þýskalands. Við fórum til Þýskalands á Oktoberfest. Það var geðveikt. Já, það var gaman. Það var ógeðslega gaman. Já. Við vorum hann eitthvað 4-5 daga, bara að drekka bjór, við 3. Þetta var svona eiginlega, vorum að vera saman í 10 ár hérna í þessari hljómsveit. Þetta var ásáttíðin okkar. Það var eiginlega skemmtilegasta ferðin sem við fórum í, sko. Þetta var algjört æði, maður. Við dröfum þetta bjór og svona. Ef við klárum ekki? Já, klárum þetta. Já, ok. Og ég tók þig fast í fangið, ástin mín. Herðu, takk fyrir. Takk fyrir. Viljið eitthvað meira? Við erum hérna með
Já, uppklappið. Hvað ætlum við að taka? Já. Ég að bíða hann. Já, svoleiðis, já. Herðu, við ætlum að, hvort lagi ætlum við að taka Já, sameiginlegt. Já. Hérna, já, það var skemmtilegt hérna þegar við flugum hérna út til München. Já, var það þegar við vorum til Danmörku. Já, þegar við vorum til Danmörku, þá flugum við út í hérna breiðbandsbólunum, þeir eru svona appelsínugulir. Við vorum búin að klippa svona ermaðnar af og vorum voða töffarar maður. Svo kom flugfreyjan alveg brjáluði maður. Strákar, það má ekki blása upp vestin í flugvélinni maður. Ég man að þetta var svolítið langt flug og hérna, ég ætlaði að leggja mig í fluginu, ætlaði að reyna að sofa. En flugfreyjan kom alveg brjáluð, bara, þú má þetta ekki maður. Það getur verið út af því ég sef alltaf nakinn. Herru, tökum við neða sammeirið, við erum að klára þetta. Já. Er ekki búið gaman? Já, ok. Þetta er skemmtilegt. Þetta hérna, það var bara daginn sem að kona mín, hún hérna rauk á mig og sagði bara, Ómar, veistu hvaða dagur er í dag? Ég bara, nei. Það er þriðjudagur. Kvíkild. Spóðu hvað þetta er skemmtilegt maður. Þetta kannski út af þarna munnmögunum þarna? Já. Konan horfði á mig daginn og bara kom beint að mér og sagði, þú ert ekki búin að hlusta á orð sem ég sagt. Ég bara, hver byrjar samtal svona? Þetta klikkar. Herðu, en við ætlum að taka hérna sameiginlegt. Sameiginlegt. Hendum í það, skor. Já. Ég stend hérna á skítugum, framblautum nærbuxum, hvenær á að þrífa hér. Þú eyðir öllum tímanum í þráðlausa símanum, á ekkert að sinna mér. Þú kemur að sunnan, ég kem að norðan, þú eldar matinn, ég borðan. Þú vilt vera í fílu en ég vil vera glaður. Þú ert kona, ég maður, við eigum ekki sameiginlegt, en hvað það var leiðinlegt. Samt það eftirtektarvert, að við getum lifað í friði og spekt. Settu bjórinn í kæli og hættu þessu væli, svo þarf þú að fara út í búð. Við bráðum byrjar fótboltinn og ég er orðinn glósóttinn, ég vil snakk í dílu og snúð. Ég vil mikla spennu en þú vil bara drama, þú ferð að grenja en ég sama. Ég má næstum aldrei hitta vinir mína, ég verð að þola mömmu þína. Við eigum ekkert sameiginlegt, en hvað það var leiðinlegt. Samt það eftirtektarvert, að við getum lifað í friði og spekt. Að við getum lifað í friði og spekt. Takk fyrir. Ég var að ræða líka. Ég var að taka eitt stutt í viðbót. Já, það er eitt snögg. Sko, það eru til upptaka frá 15 ára tónleikum og þau lög eru það, sko. En við ætlum að taka eitt bara fylliríslag út af því að við þurfum að fá okkur bjór eftir þetta. Já, við ætlum að bara detta í það núna. Frí í vinnun á morgun og svona. Já, okkur. Við erum búin að undirbúta núna í 5-6 mánuði, sko. Fyllirí. Og við erum búin að æfa mikið og það er kannski til marks aldurinn að það er búið að drekka kristall og malt og appelsín á æfingu. Og Hilma Bragi, þegar við vorum að soundchecka í dag og þá kom hérna hans veitingastjórinn, hérna var bjóða ykkur eitthvað, við segum, já, bara vatn. Og Hilma Bragi, hann ekki að trúa þessu. Að við værum að biðja vatn.
Herðu, við tökum einn eitt lag og við ætlum að þakka ykkur kærlega fyrir. Þetta voru geðveikt. Þetta bara, þið eru búin að vera æðisleg. Já. Nei. Viltu byrja? Get ekki beðið eftir því að fara á fylleri. Get ekki beðið eftir því að sjá svo eftir því. Get ekki beðið eftir því að strákarnir hringi í mig. Förum á barinn og brosum breitt og munum muna ekki neitt. Ég get ekki beðið eftir því að þamba bjór og viski. Ég get ekki beðið eftir því að detta óminnið í. Get ekki beðið eftir því að vakna svo upp á ný. Þykkuð þokan eins og blý, þar til drykkjan byrjar á ný. Þar til drykkjan byrjar á ný. Takk fyrir! Takk fyrir okkur!